Já, verkefnið sem gengur út á það að nýta ostamissu sem fellur til á Íslandi, sem frá íslensku mjólkuriðnaði, þá er ég að tala í þessu tilfelli MS og KS, sem eru aðstandendur verkefnisins, eða samstarfsaðilar okkar í verkefninu. Á Íslandi falla til 50 milljónir lítra af ostamissu á ári og ostamissan inniheldur sirka 4% af sykrum, eða mjólkursikri, sem þá 2 milljónir kílóa af sykri eða laktósa. Og meiningin er svo að umbreyta þessum laktósakílóum yfir í etanól, og það er gert í gegnum gerjun og einingu og svo framvegis, og lokaafurðin síðan út úr því er það sem við köllum etanól, sem þá hráefni sem hægt að nýta til framleiðslu á afurðum eins og vodka, gini, björk og birkir, líkjörum, snöfsum og svo framvegis. Í dag er þetta þannig að það er hluti af missunni nýttur til framleiðslu á vöru sem heitir hleðsla, en að öðrum kosti er eitthvað missun fer til bænda, til svínabænda og svo framvegis, en megin þorrinn af henni er að missunni því miður ekki nýttur í dag. Þannig að þarna erum við að feta svona spor sem við erum að reyna að fullnýta þessa aukaafurð og búa til úr henni bæði verðmæti og minnka síðan eða eyða helst þeim umhverfisáhrifum sem að missan veldur í umhverfinu, því að hún fer út í sjó í dag. Og svo má geta þess líka að til dæmis það er verið að flytja inn 2–3 milljónir lítra af etanól í dag til Íslands, þannig að það er mikið í húfi að okkur takist að gera þetta. Þetta er gjaldeyrisparandi og þetta er mjög umhverfisvænt líka.